Tómas Knútsson hefur sinnt umhverfisvernd í 20 ár og stofnaði Bláa herinn til þess að sinna þessu magnaða áhugamáli sínu. Hann hefur tínt upp 1200 tonn á þessum tíma og farið með þetta rusl til förgunar eða í endurvinnslu. Jæja, Tómas, lífskúnst okkar söðunni sem þú ert búin að koma víða við en svona eitt af þínum stærstu málum sem sagt hreinsun svona strandlengjunar og svona þess lífríkis sem að þú kemst yfir. Hvað fékk þig til þess að fara út í þetta verkefni á sínum tíma? Sko, þetta Bláa hersævintýri, þetta var náttúrulega búið að blunda í mér töluvert vegna þess að ég er nú búin að kafa lengi áður en að ég virkilega fór að velta þessu fyrir mér að fara að þrífa rusl. Ég held fyrst og fremst að því ég var nú búin að sjá alla dýrðina sem til neðan sjávar og síðan allan þennan sóðaskap. Einn daginn þá bara hugsaði ég með mér, nei, nú gengur þetta ekki lengur, ég verð að berjast fyrir þessu. Þannig að það var í rauninni köfunin sem að ýtti við þér. Já, við vorum búin að vera að kafa alltaf út í garði, það var svo æðislegt að kafa þar, allt þetta líf sem kemur þetta með golfstraumnumar og þetta sko, hafið móðurlíf jarðar og þegar var búið að vera bakkanir á bryggju og sturta drasli þannig að það nánast fór á okkur bara, við vorum alltaf að kafa þarna. Þá hugsaði ég mér, nei, þetta gengur ekki lengur, ég verð að berjast vegna þess að það ekkert eðlilegt við þetta. Og þannig byrjaði þetta, við héldum hann að blaðamannafund á bryggjunni og sýndum bara frá viðbjóðunum sem var á botninum og það var samdóma álit allara að þetta gat enga veginn talist eðlilegt og eftir það þá fór þetta virkilega að snúast í þessa átt. En hvaða rusl ertu að tala um? Hvaðan var þetta að koma? Sko, út í garði þá sturtuðu þeir bara öllu steini léttara sem að þeir þurftu að losa sig við. Bara út í sjó? Já, bara niður á bryggju og sturtuðu. Sko, við skulum ekki gleyma því að hér voru allir öskuhaugar, þeir voru þannig að menn sturtuðu sig fram að klettunum og héldu að þetta væri þá horfið. Og það nú ekki lengra síðan en það, Palli minn, að ég man alveg eftir því þegar var að vera að kveiki í ruslinu á stapunum og þú keyrðir í gegnum reykinn á Reykjanesbrautinni. Þannig að sko, við höfum lengi verið með þetta að vilja losa okkur við ruslu og höldum að sé farið þegar við erum búin að keyra í burtu. Þetta rusl sem að við erum búin að vera að sjá hérna í gegnum tíðina í Bláa hernum, þetta náttúrulega bara fyrst og fremst að við kunnum bara ekki að endurvinna og hugsa sorpið okkar sem að fellur til. Við höfum ekki rétta lausnir á þessu öllu saman. Þetta reyndar að skána ýmislegt hjá okkur, en það ekkert eðlilegt að alla fjörurnar hérna séu fullar af plasti. Það bara gengur ekki upp. En hvaðan þetta plast að koma? Þetta frá fiskvinnslustofunum, þetta frá iðnaðarfyrirtækjum eða heimilum eða hvað? Sko, megnið af plastunni sem ég að tína nú tengt sjófærendum. Þetta kemur frá fiskiskipaflótunum, maður finnur alls konar svona dót sem alveg beint borð, en veiðafærin náttúrulega, þetta slitnar aftur og allt í kringu það. En sorglegast allir olíubrúsarnir og svona, og ég nú búin að vera að hvetja N1 til að setja upp einhvers konar endurvinnslukerfi hjá sér, vegna þess að það þarf enginn að segja mig það að þegar vélstjórinn búin að hella úr einhverjum glussa dalli út á dekki, af hverju getur hann ekki farið með hann aftur niður í vélarrúm? Af hverju fleiri honum fyrir borð? Þetta finnst mér svo mikil vanvirðing hjá sjómannum. Nú svo svo allar þessar matarumbúðir. Ég búin að finna alls konar drasl sem tengt öðrum þjóðum eins og rússneskum og kínverskum sæfarendum. Þannig að einhvern veginn komst þetta hingað. Ég trúi nú ekki að það reki alla leið frá Rússlandi og Kína hingað. Þannig að þetta þá skipatrafíkin sem hérna að fara fyrir nesi hjá okkur. Þetta getur ekki verið bara áhugamálið þitt og hvernig sérðu núna nánustu framtíð í þessu? Sko, nú Blái herinn búin að vera að djöflast í 20 ár og nú búið að skipta gír. Nú verður það sem verður hreinsað, það verður allt saman flokkað, því verður komið í endurvinnslu og á framhaldslíf. Og þannig ætla ég núna að taka öll þau verkefni sem ég tel að mér í framtíðinni. Þau verða bara þannig að það verður bara sóst eftir því að fá að hreinsa fjörur og taka hráefnið og breyta því í meiri virðisauka vegna þess að
það er ekkert eðlilegt að taka þetta og fara síðan að brenna þetta eða urða þetta. Það er engin ávinningu fyrir náttúruna í því. Þannig að núna framvegis muna allar aðgerðir Bláa hersins snúast það að endurvinna hlutina eða gera úr þeim meiri virðisauka heldur en hann er. En aðal ávinningurinn er náttúrulega að taka út úr fjörunum þannig að plasti sé ekki að brotna niður og sé í lífkeðjun okkar. Það sem er best við þetta, það er bara það. Ég er að fá að gera það sem að mér virkilega langar til þess að ég geti skilað af mér með sóma að við kannski breytum rétt í framtíðinni. Auðvitað er ofsalega gaman að vera hérna út í náttúrunni að dúlla sér og auðvitað er gaman að vera búin að gera upp einhvern trukk og djöflast á honum niður í fjörum og bara gaman að fá að geta lifa draumana sína. Það fá það ekkert allir sko. Þótt þetta sé ömurlegur draumur innan gæsalappa að vera að tína upp rusl, þá er það rosalega gefandi þegar að aðrir eru farnir að taka eftir í að þetta er kannski ekki eins vitlaust eins og það lítur út úr öðra. Jæja, Tómas Knútsson, nú vorum við stödd hérna í sjávarklasanum við Granda. Getur þú sagt okkur hvað er í gangi hérna? Herru, hér er í gangi sýning sem heitir 1200 tonn og það eru þau 1200 tonn sem að Blái herinn hefur þrifið á sínum 20 árum og þau komu til mín fyrir einhverjum 2-3 mánuðum síðan og spurðu hvort ég hefði áhuga að taka þátt í þessu á hönnunarmars vegna þess að þau sáu fyrir sér þetta hráefni sem að ég hef verið að taka úr náttúrunni. Það á sér kannski eitthvað betra og lengra líf annað en að vera urðað eða brennt og þannig kviknaði þessi hugmynd og ég tók bara glaður við þessu að vilja fá að taka þátt í þessu og er bara mjög stoltur að þau skildu virkilega gera þetta svona flott. Þetta er virkilega smart hjá þeim sko. Þetta eru 4 hönnuðir sem að bjuggu til hönnunarafurðir úr því sem þú hefur tekið úr sjónum. Já, að megninu til. Þetta er allt saman sjávartengt dót. Það sem að ég er með hérna, ég er búinn að gefa þeim upp allt það efni sem ég hef týnt úr fjörunum og úr náttúrunni og þau hafa endurreiknað það út í ákveðin verðstöðul. Síðan eru þau bara með svona kúlur og tó og allt þetta sem ég er að finna og aðrir. Þau leituðu að þessu í einhverjum öðrum skúmaskotum og fjörum og gerðu þessa hluti úr því sem að þau hafa verið að tína til. En hráefnið er allt tengt hafinu og sem sagt sjávarútveginum. Þetta er allt orðið eitthvað sem hægt er að nota og nýta. Það eru hérna ljósakrónur og það eru púðar og hitt á þetta sem er greinilega hægt að búa til úr svona. Já, og mér finnst voðalega sniðugt líka þarna, þetta er alltaf alveg frábæra vörur en mér finnst æðislega flott þarna að hér á að setja upp matsölustað og það er búið til sko diska eða sem sagt svona súpuskálar úr netakúlum, afsteipum, þannig að þetta er úr keramiki núna. En þetta er bara, það er mjög frjór hugur þessara hönnuða hérna vegna þess að þau hafa náttúrulega þetta hráefni, þetta eru hundruðir vörutegundar sem það geta unnið úr sem hráefni og á sem betur fer núna lengra líf hugsanlega ef að menn taka dálítið saman höndum. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir Bláa herinn? Já, ég get nú bara stoltur sagt frá því að núna renna allar ár til Bláa hersins. Hérna áður fyrr þá þurfti ég alltaf að skríða á hnjánum á eftir fólki til þess að biðja þau að hjálpa mér. En núna er þessi vakning kannski að skila sér þannig að núna er fólk farið að hafa samband meira við mig og vilja taka þátt í þessu hreinsunarstarfi mínu og jafnvel þá að reyna að útvíkka þetta dálítið og fara að reyna að minnka það að þetta rusl falli til. Það er gríðarlega mikill ávinningur ef við getum fara að minnka rusli sem fær að vera í umferð.